Löng röð myndaðist fyrir utan matvöruverslunina Æsland sem var opnuð í morgun. Jóhannes Jónsson kaupmaður fékk heilla óskir og blóm. En löng röð myndaðist fyrir utan matvöruverslunina Æsland í Kópavogi í dag. Kaupmaðurinn sjálfur, Jóhannes Jónsson, opnaði dyr verslunarinnar í fyrsta sinn og fékk að launum heilla óskir og blómagjafir. Kjartan Hreinn Njálsson var á staðnum. Það má segja að það hafi verið létt yfir verslunargestum þegar Æsland matvöruverslunin opnaði í Engihjalla í dag. Jóhannes ávarpaði fólkið og þakkaði þeim stuðninginn. Hann lofaði að nýta áratugar reynslu sína af verslunarrekstri til að reka verslunina með sóma. Ég vona að þessi verslun mín eigi eftir að falla ykkur í geð. Kúnnarnir flýttu sig síðan inn í verslunina. Jóhannes tók í höndina á verslunargestum og fékk að launum blómagjafir. Þú getur ímyndaðir hvað manni hlýnar hjartarætur við að fá þessar móttökur. Því að aldrei veit maður, en svo náttúrulega eftir að koma í ljós hvernig fólk upplifir þetta. Jóhannes styrkti síðan félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimer sjúklinga sem á skátarhreyfinguna 1 milljón krónur. Hann segir samfélagsvitund vera nauðsynlegan lið í verslunarrekstri. Alla mína tíð í verslun frá því við byrjuðum að opna til dæmis Bónus, þá hefur við alltaf látið eitthvað af hendi rakna og ég held því fram að ef maður gefur ekkert, þá fáir maður ekkert. En hvernig leist verslunargestum á nýju búðina? Þetta er stórkostleg verslun, bara alveg glæsileg. Ég held ég myndi missa mig hérna bara í verslun. Mér finnst þetta framtaka hjá henni og þessi alveg frábært. Verðlagið virðist vera mjög gott. Þetta er alveg Jóa stæl, ég er búinn að þekkja hann lengi og ég treysti honum alveg til þess að reka góða matvöruverslun. Ég óska Jónasi til hamingju með þetta framtak og ég skil alveg fullkomlega og hann stóð sig vel með Bónus og hann á Petra stæði mjög vel hérna á Íslandi líka. Æsland. Og þú ætlar að koma aftur í Æsland? Að sjálfsög, ég ætla bara að skipta yfir frá Bónus og yfir í Æsland, það er alveg pottþétt mál.